Afreki alltaf súrt að tapa en þetta var svona í súrari kantinum, ekki óhætt að segja það? Jú, þegar maður kannski komin með leikinn nánast í sínar hendur í fyrri hálfleik og erum komnir einhverju 15-16 stöðum yfir og leikurinn að spilast bara vel fyrir okkur, bæði varnarlega og sóknarlega, þá auðvitað þetta mjög súrt og enn meira svekkjandi og gerir mann í rauninni enn brjálæðri, það bara þannig. Maður ekki ánægður með þessa frammistöðu. Mér fannst við bara einhvern veginn verða bara kæruleysir á kafla í fyrri hálfleik sem hann hleypti þeim aðeins nær okkur, gaf þeim svolítið sjálfstraust fannst mér og bara óþarflega, við bara byrjuðum að spila vörn með augunum og allt í einu vorum við ekki að setja hendur á móti í skotum og þeir eru með mikið af góðum þriggjastaskiptum sem að eru bara, þökkuðu bara fyrir sig og stundum það þannig þegar þú kannski komið langt undir að þá hefur svona smá hugafar svona, þú veist, bara í læt vaða og þeir gerðu það og nýttu sitt mjög vel og þegar að þeir ná svona að koma í upphafi seinni hálfleiks meira inn í leikinn þá bara greip sig eitthvað óðagott og við bara vorum að elta skotta sjálfum okkur einhvern veginn eftir það en kannski þess vegna í fyrst og fremst óánægður. Við í sjálfu sér erum ekkert lið sem að eigum að vinna þennan eða hinn nema náttúrulega spila vel og vinna sér það inn en að tapa með svona hætti eftir að vera nánast með leikinn í höndunum, það er erfitt að kyngja því, já. Hvað sagðirðu við strákana eftir leik? Ég ætla ekki að hafa það eftir hér. Hvað tekur við? Ég meina, hvað sérðu, hvar þurfum við að bæta okkur? Hvar þurfum Njarðvík að bæta sig? Já, til dæmis að klára leikið þegar við eigum möguleika á því. Stíga skrefið til fulls. Það er engin ástæða til þess að vera í einhverjum góðgerðarleik. En ég tek ekki frá Þórsurum að þeir spiluðu leikinn áfram og þeir verðskulduðu þennan sigur alveg og allt góð með það. Þeir gripu tækifæri, við getum sagt það. En við hjálpum svolítið til. Takk fyrir þetta, Freyr. Ljómandi.